Sjötti liður á dagskránni deiliskipulag við Austurveg, Eyjabyggð og Búðatanga. Það bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 5. liður í fundargerð skipulagsnefndar frá 13. maí. þar sem lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi við Austurveg, Eyjabyggð og Búðatanga í Hrísey. Og þetta er tillaga sem að taka á mörgum málum og verður vonandi til þess að það þurfi ekki að fara í minni háttar deiliskipulagsbreytingar inn á einstaka reitum hér eftir. Við erum í rauninni að klára þetta skipulag eða þessa tillögu að teknu tilliti til þeirra hugmynda sem þarna eru framkvæmdir í náinni framtíð. Þessi breyting helst í því að húsnúmer við Eyjabyggð eru uppfærð og lagfærð. Byggingareitir á þegar byggðum lóðum eru stækkaðir þar sem það þykir henta og þörf á, í rauninni fyrst og fremst til þess að veita þá íbúum tækifæri til þess að byggja sólpall eða viðbyggingu eða garðhýsi eða fleira án þess að þurfa að fara í sérstaka deiliskipulagsbreytingu. Síðan breytt lóðamörkum og byggingareit fyrir Búðatanga 2A sem hérna til vinstri og skilmálum breytt fyrir fyrirhugaða byggingu hérna næst við sjóvarnargarðinn. Og það er aðili sem hefur áhuga á að byggja þarna einhvers konar verbúð að mig minnir. Og síðan verið að bæta inn í þetta skipulag þegar byggðum sjóvarnargarði neðan Búðatanga og eins að bæta inn í fyrirhugaðri stækkun hans til austurs bætt inn í þetta skipulag. Og þetta fyrst og fremst til þess að taka á málum þessa svona nýrri hluta Hríseyjar í einu lagi. Og skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst og það einfaldlega það sem við erum að taka ákvörðun hér í dag. Orðið laust 5. tölulið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Hér liggur fyrir tillaga skipulagsnefndar auglýsingu á fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu. Bið þá bæjarfulltrúa sem staðfesta þá tillögu að gefa merki. Samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.